Velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í Búðardal og skoða vefsíðuna búðardalur.is sem á snappið þeirra dalamanna. Við förum í Hvalfjarðarsveit og hittum sauðfjárbónda á Ytra-Hólmi sem að verka erkjöti sitt sjálf. Endum svo þáttinn á Akranesi og heyrum allt sykurmassagerð og kökubakstur. En byrjum hérna í Grundarfirði í kvöld í Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Við ætlum að fara aðeins yfir rússnesku námskeið. Hvernig segir maður að gera svo vel á rússnesku? Пожалуйста. Пожалуйста. Nemendur í Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði völdu fög á dögunum. Óhætt að segja að þeim standi til boða heill heimur af fjölbreyttum og fræðandi áfengum. En sérstaka athygli okkar vakti einn áfanginn. Rússneska fyrir fótboltabullukolla og fótboltabullukollur. Já. Hvernig kemur þetta til? Já, þetta var nú skólameistarinn hérna Hrafnhildur, hún bara ákvað þetta núna af því að íslenskan landsliðið í fótbolta var að ná þessum frábæra árangri að komast á lokamót HM. Já. En það hefur verið rússnesku áfangi hérna áður fyrir svona 7-8 árum, þá kenndi ég rússnesku áfanga en þetta verður svona meiri fókus á fótboltabullurnar sko. Fókusin á borgirnar sem við verðum að spila væntanlega í og svolítið á túrista rússnesku, eða ekki, ferðamannamálið? Jú, einmitt, sko, ég auglýsi þetta svolítið svona að nemendurnir geti svolítið lært íslensku, rússnesku klósettorðin, þannig að hvar næsta klósettstopp og mér mál að pissa og annað slíkt sko. Þannig að en vegaleitirnar eru dálítið miklar á milli borganna þarna. Það verður keppt á 11 stöðum, 11 borgir sem eru þarna, sem eru í Rússlandi og við verðum bara að vona að við séum heppin með borg sko, okkar riðill. Það sé ekki miklar vegalindi því að í Katrínaborg eða Katrínaborg sko, hún er það er eina borgin sem er Asíuhluta megin sko, hún er 1790 km í burtu frá Moskvu. Sochi við Svartahafið það væri flott að lenda þar reyndar, það er mjög flott borg. En það eru yfir 1600 km þangað. En svo eins og samt í Pétursborg, það eru nú ekki nema tæplega 700 km þangað, þannig að það er að taka hraðalest þangað á 4 tímum. Hver væri draumaborgin þín að fara ef við færum? Já, auðvitað er draumaborgin mín Moskva, en það er bara einn leikvöllur þar og það er stærsti völlur þar í Moskvu, það tekur ekki 81.000. Ég gerir ráð fyrir að úrslitaleikurinn fari þar fram, en svo er það er staður sko, sem er svona 250 km frá Moskvu sem er líka dálítið spennandi og svo er náttúrulega líka gamla Stalingrad sem heitir Volgograd núna sem er dálítið svona sögufrægur staður og það væri gaman að fara þangað en það er líka þetta er allt svolítið mikla vegalengdir sko, það er yfir 1000 km þangað en það er ódýrt að sko rúblan það er ódýrt fyrir Íslendinga að uppihaldi verður frekar ódýrt þetta er ekki, hún stendur ekkert vel í rúblan þannig að þetta er nú allt frekar ódýrt myndi ég telja. En segðu mér aðeins með þína tengingu til Rússlands, hver er hún? Sko ég var faðir minn var að vinna í sendiráðinu í Sovétríkjunum í gamla daga og þannig að ég var í barnaskóla í 4 ár frá 8 ára til 12 ára aldurs og síðan hann var 2 tímabil sem hann var þarna í Rússlandi eða Sovétríkjunum og svo kom ég 17, 18, 19 ára aftur og var sumrin. Var rússneska þá þitt aðalmál og íslenskan svona kannski auka eða var rússneska móðumálið? Nei, við töluðum alltaf saman íslensku heima en sko ég fór alveg í rússneska skóla bara hann hefði svo sem geta sett okkur í diplómataskóla en við fórum bara í venjulega skóla þannig að ég lærði bara rússnesku og bara
hef góða minningar af hafa verið í rússnesku skóla. Það var bara mjög skemmtilegt. Og rússneskt samfélag var það, geturðu eitthvað svona útlistað því fyrir okkur á stöttum tíma eða? Já, bara sem krakki sko, þá held ég að það hafi nú verið óskum svipað og alast upp sem krakki annars staðar. Ég átti bara marga vini og við bara lékum okkur og vorum í fótbolta og þetta var bara svona í endurminningunum, þá var þetta mjög skemmtilegu tími. Bara, ég held að það sé raunverulega alveg sama hvar maður elst upp sko, ef maður er á vini og þá er alltaf þetta sama, maður er bara að leika sér. Nú segistu hafa kennt þetta fyrir 8 árum síðan, munur á aðsókn í dag og fyrir 8 árum? Já, þetta er svolítið svona sko, sett upp svolítið svona sem meira skemmtun sko. Hitt var meira svona akademist nám sko, og það, þú veist að læra rússnesku er flókið, stafrófið er allt öðruvísi og þannig að sko það verður ekkert farið mjög djúpt í rússneskuna, kafa djúpt í hana sko. Ég nú þetta er svona meira menningin og svo kannski túrista að gera þau svona færi að segja einföldust orð. Svona alveg í lokin, viltu segja fyrir okkur áfram Ísland á rússnesku? Period Íslandia!